það er rétt þegar íslensku lögfræðingarnir segja að í EES-regluverkinu stendur hvergi að það sé ríkisábyrgð á tryggingarsjóðnum. Það er engin ríkisábyrgð á tryggingarsjóðnum. Hann er sjálfstæð stofnun og hann á að fjármagnast af framlögum frá fjármálastofnunum. Þetta er rétt. En leið er það líka rétt að það er á ábyrgð ríkisstjórnarinnar og stofnana hennar að tryggja að staðið verði við lagalega skuldbindingar og lágmarkstryggingu. Með öðrum orðum að sjá til þess að þessi tryggingarsjóður geti staðið við þær skuldbindingar. Þeim var alveg ljóst, eða átt að verða ljóst, að sjóðurinn var því sem næstu tómur miðað við þær skuldbindingar sem búið var að taka á sig. Þeir áttu að sjálfsögðu að koma í veg fyrir að það gerist, eins og Norðmenn gerðu. Já. Og þeir höfðu tæki til þess, og þeir höfðu lagalegar heimildir til þess. Úr því að þeir leyfðu Landsbankann, nú verður að gera greinum því að það var Landsbanki sem fór þessu útibúaleið, af því að hann var í fjárþröng, af því að hann þurfti að fá þetta til eigin nota, sjálfra sín og sinna eigin fyrirtækja, það er að segja innistæðurnar frá Bretum og síðar Hollendingum. Þeir gerðu það af ásöktu ráði að fara út í útibú af því þeir vildu ekki vera undir aga og eftirlitsstofnanana í Bretlandi og Hollandi. Þeim var leyft það. Þar byrjar ábyrgð íslensku ríkisstjórnarinnar. Og hérna, ef að við nú tryðum því hins vegar að þessi einfalda staðrind að það var ekki ríkisábyrgð myndi duga okkur fyrir dómstóli, þá var ástæða til að spyrja, nú, af hverju gerðu þá ekki íslensk stjórnvöld það, ef þau eru sannfærið réttmæti þess málstaðar? Og svarið við því er að þau vita betur. Eftir hrun, þá kemur fjármálaráðherra ríkisins, Árni Mathiesen, dýralæknir, og undirritar minnisblað á fundi fjármálaráðherra Evrópuríkja, þar sem hann ábyrgist þetta, viðurkennir þessa skuldbindingu og meira segja á kjörum sem voru algeilis fráleit með miklu hærri vöxtum og skemmri afborgunartími en ella. Mönnum leist ekki á það, þá er aftur farið af stað og undir forsæti Frakka, í nóvember 2008, þá er þetta samkomulag. Það er undirritað samkomulag milli deiluaðila og íslenska ríkisstjórnin undirritar það samkomulag. Það heitir Agreed Guidelines. Það segir, Íslendingar viðurkenna skuldbindingu sína gagnvart lágmarksinnistæðutryggingum gegn því að Evrópusambandið fyrir sitt leyti leggja áherslu á að Ísland er í sérstakri aðstöðu. Það þýddi það að það hefði orðið kerfishrun og þess vegna bæri taka tillit til þess. Það þýddi það að við skuldbundum okkur til þess að ganga til samninga, en Evrópusambandi mælti með því að við fengjum ívilnun í kjörum, við fengjum góð kjör vegna þess að Ísland hafði orðið fyrir kerfishruni. Alþingi Íslendinga samþykkti ályktun í desember nákvæmlega þetta sama. Þannig að við erum búnir strax í ríkisstjórn Geirs Haarde og Ingibjargar Sólrúnar að viðurkenna þetta allt saman. Síðan og Davíð Oddsson, seðlabankastjóri, er búinn að undirrita sérstaka yfirlýsingu gagnvart Alþjóðagjaldeyrissjóðnum þar sem þetta er viðurkennt líka, alveg tvímælalaust. Hvers konar pólitík er það síðan þegar þessi ríkisstjórn er flæmd frá völdum, vanhæf sem hún var í búsáhaldabyltingu, svo fara þeir í stjórnarandstöðu, sjálfstæðismenn, og gera svo stöðut hrópað öllum öðrum sem sitja uppi með afleiðingarnar af þessum ósköpum og láta sér sæma að æpa það eitt að það hafi aldrei verið neinn ríkisábyrgð og þess vegna skuldum við ekki neitt. Ég er alveg sannfærður það og að ef við hefðum farið með þetta í dómstól, þá hefðum við tapað því, en það var verið en það. Icesave er nefnilega ansi stórt mál brúttó. Ef að við neytum okkar lágmarksskuldbindingum og að þetta hefði farið fyrir dómstól, þá er Icesave upp á þá vorum við búin að fá 400.000 manns til að leggja þarna inn á þessa reikninga í báðum löndum og þetta er upphæð ekki upp á 200 milljarða, ekki upp á 500 milljarða, heldur 1400 milljarða heila þjóðarframleiðslu. Við hefðum þurft að borga miklu meira ef við færum dómstólarleiðina og myndum tapast. Það er auðvitað áhættan og þess vegna gerðum við það ekki. Og þess vegna er allt þetta fjás hér, það er til heimabrúks, það er fullkomlega ábyrgðarlaust og það er eiginlega svívirðilegt. Ég spyrja það með þegar þú spyrir hvers konar pólitík er þetta eiginlega, það er þessar upprópanir og fólk traust á Alþingi er í algjörlega sögulegu lágmarki, það er bara innan við 10% þjóðarinnar sem hefur trú á Alþingi Íslendinga. Hvað er að þínum mati að gerast inni í þessari stofnun Alþingi? Er þetta að einhverju leyti heilbrigt eða
viðbúið ástand. Mér finnst þess að þetta sé allt öðru sig núna heldur en var þegar ég var ungur drengur og þá þegar stjórnmálun einkenndust einmitt, það var Jón Baldvin Hannibalsson, Steingrímur Hermannsson, Davíð Oddsson, hvað maður að segja, Ólafur Ragnar Grímsson og síðan var Steingrímur og Jóhanna ennþá. Það var einhvern veginn, Alþingi var allt öðru sig, það var allt öðru sig skipað og það var allt öðru sig talað inn á Alþingi. Er þetta eitthvað breyst eða hvað að gerast inn á Alþingi í dag? Já, það kannski ástæða til þess að ganga einum lengra í þessum spurningarleikum. Hver kaus þetta Alþingi? Já. Það nefnilega íslenska þjóðin. Það íslenska þjóðin og það gott að bendir á það, sko. Þú veist, það líka alltaf bent á það endalaust að þú veist, eins og varðandi þessar ICF skuldbindingar að það voru vísi kursum þetta fólk yfir okkur trekk. Já. Hvernig finnst þér þessu liðs inn á Alþingi í dag, ef þú bara segir, Jón Baldur, hvað finnst þér þetta lið? Finnst þér þetta að vera frambærilegt lið? Við erum að sjá hérna nýjan formann Framsóknarflokksins sem tala mikið fyrir því að fara dómstólaleiðina. Við erum að tala um Bjarna Benediktsson, þarna eru 2 í stjórnarandstöðinni. Við erum að tala um þá sem eru að fara erfa Samfylkinguna og Vinstri græna. Finnst þér þetta lið vera, við sjáum Ásmund Davíð, ungan Vinstri grænan sem vill enga veginn að íslenska þjóðin fá að taka ákvörðun það að ganga í Evrópusambandið eða ekki. Hún sé bara ekki til þess hæf. Já, það sem mér finnst þetta eftirfarandi. Við erum ekki bara í fjármálakreppu, við erum ekki bara í efnahagskreppu, við erum ekki einu sinni bara í stjórnkerfiskreppu, því ég held við séum í því. Við þurfum að endurskoða frá rótum okkar stjórnarfar og stofnanir. Við erum sem þjóð í identitetskreppu, það að segja sjálfsvitundarkreppu. Við vitum orðið varla okkar rjúkandi ráð og varla hver við erum eða hvert við ætlum. Við erum villt. Við erum bara, ég held að væri gagnlegt að líta á þetta, ef við Íslendingar litum svo á að við værum þjóð sem höfum beðið ósigur í stríði. Það búið að leggja það þjóðfélag sem að við byggum við og erum vön við í stórum dráttum í rúst. Og við þurfum að byggja það upp frá grunni. Það hafa aðrar þjóðir lent í slíkum ósköpum. Jafnvel að stofna nýtt lýðveldi. Já. Þeir sem þetta til eitthvað í Þýskalandi geta rétt ímynda sér það, hvílík breyting það var eftir að Þýskaland brjálaðist. Þýskaland var þjóðarforusta þjóðura var sem sé geðveik á millistríðsárunum, startaði heilli heimsstyrjöld og hóf útrýmingarherferðir gegn fólki sem átti ekki rétt á að lifa. Sturlaðist, þýska þjóðin sturlaðist, hún tók þátt í þessu. Hún endaði með því að sjá land sitt og borgir í rústum og hún var að byrja upp á nýtt. Þegar við lítum nú tilbaka getum við ekki sagt sem svo að þjóðurar hafi lært svolítið á reynslunni. Þeir hafa viðurkennt ódæðisverksi, þeir hafa viðurkennt þann skaða sem þeir hafa valdið öðrum. Þeir settust niður og bjuggu til nýtt þjóðfélag á allt öðrum grunnforsendum allt annars konar gildismats heldur en gamla autoritarianska Þýskaland var. Þeir hafa byggt upp valddreift sambandsríki og þýski kanslarinn Fólkísi, hann tiltölulega veikur aðili, hann valda minni persóna heldur en Frakklandsforseti, svo ég taki dæmi. Jæja. Ég þekki svolítið vel til í Eystrasaltslöndum og ég get takið líkinguna þar að þær þjóðir þegar þær ná formlegu sjálfstæðis, endurheimta formlegt sjálfstæði sitt 1991, þá það engar íkjur að segja að þegar þeir líta í kringum sig þá sjá þeir þjóðfélagi sitt í rústum. Hagkerfið var í rústum, efnahagslífið var í rústum, utanríkisverslun hún var bara 0 því að viðskipti við Sovétríkin sem voru í upplausnar ástandi voru fyrir bí. Allar stofnanir þjóðarinnar, kommunistaflokkurinn, hann var skél, siðferðilega rotinn skél utan ofbeldi og skepnuskap. Þannig að þeir eru að byggja upp nýja pólitík, þeir eru að byggja upp stofnanir sínar alveg upp og nýtt, þeir eru að taka, í þessu felst gríðarlega mikið af tæknilegum ákvörðum. Hvernig gjaldmiðil eigum að hafa? Hvernig eigum við að reyna að festa í þessi gjaldmiðilin okkar? Við erum í sömu spóðum og svona þjóðir. Hefði þó ekki þurft
sko strax við hrunið að það bara farið 63 þingmenn út og 63 alveg nýjir inn sem eru ótengdur og jafnvel bara einhvern veginn það þarf að losa þetta krumluhald sem að fjórflokkurinn hefur á þessari stjórnskipun. Allir þeir sem voru ábyrgir fyrir hruninu áttu að víkja, þeir áttu að sjá sóma sinn í því og þeir áttu ekki að gera okkur það að þrönga nærveru sinni upp á okkur því það okkur það til daglegs ama. En við sjáum þetta sko þingmenn sem að kannski voru ekki beinir gerendur, voru þingmenn þá og eru áfram þingmenn núna. Jú. Að þeir eru hérna ennþá sko að passa upp á fólki sitt sem að voru beinir gerendur í hruninu og það hlýtur að bendi þess að það hefur þurft einhverja algera hreinsun. Við sjáum að það bara í raun og veru í atkvæðagreiðslunni fyrir landsdómi að þar sko taka menn sér saman að sópa hruninu hálfpartin út sko undir teppið 63 þingmenn sem átt að gera upp hrunið og þjóðin treysta á að gera upp hrunið og það situr einn eftir. Í þeirri athöfn fjall Alþingi Íslendinga endanlega á prófinu það hvort það gæti veitt einhverja forustu í viðbröðum þjóðarinnar eftir hrun. Þá það búið. Við höfum nefnilega gert eitt var alveg sérstaklega gott og gæti verið öðrum þjóðum til fyrirmyndar í viðbröðum okkar við hruninu. Það þessi viðamikla skýrsla vitringanna 3 í 9 bindum. Úttektin á hruninu, þeim var falið að leita sannleikans og að reyna að komast að niðurstöðu til að svara þeirri spurningu voru einhverjir einstaklingar sem að voru í lykilstöðum og báru mikla ábyrgð sem að verður sagt út frá vitnisburðinum að hafi brugðist, gert meiri háttar mistök eða jafnvel vanrækt embættisskyldur sínar. Ég var nú mikið að dytta húsinu mínu í sumar en svona þegar ekki viðræði til útiverka þá lá ég yfir þessari skýrslu dag og nótt. Ég hef lesið hann og nokkurn veginn spjaldan á milli. Ég verð að segja það að greining, sko, sú spegilmynd sem þar dregin upp á íslensku þjóðfélagi auðvitað mjög dapurleg. En hún gríðarlega vönduð og hún vel rökstudd og þá byrja vonbrigðin eru þau, af hverju var þetta ekki rætt miklu betur? Við höfum núna getum við hægt þessum blame game. Sko, það komnar hérna mjög vanduð, vel rökstudd niðurstaða. Svo það sett í þingsins, já. Fór í bakherbyggi með málið, þingmannanefndin, og svo þegar hún kom fram með niðurstöðu þá var hún skotin í kaf. Já, og því að það saman má segja þingmannanefndin, ég tel að hún hafi unnið gott starf. Þegar hún dregur saman niðurstöðunar almennt hverju þurfa að breyta í starfi þingsins og í samskiptum valdþáttana, framkvæmdavalds, löggjafarvalds og svo framvegis, allt gott það að segja, flest allt og niðurstaðan í stórum dráttum sú að fallast á rökstuðning vitringanna 3 að tilteknir einstaklingar í pólitískri forustu, ráðherrar, oddvita ríkisstjórna, yfirmenn eftirlitsstofnana og yfirmenn í lykilráðuneytum, þeir eigi að sæta ábyrgð það voru lög í landinu það ætti að gera það. Pólitísku lögin að því varðar stjórnmálamennina en auðvitað átti síðan að vísa vitnisburðinum vanrækslu og mistök að því að varðar eftirlitsaðilana og embættismennina til sérstaks saksóknara. Þetta hefur ekki gengið eftir og það skilur eftir sig alveg hræðilegt tómarúm og að horfa upp á Alþingi að stórum hluta skipað fólki sem var þar fyrir hrun. Horfa upp á þingflokk Sjálfstæðisflokksins í heilu lagi og horfa upp á þá ráðherra Samfylkingarinnar sem sátu í ríkisstjórn með Ingibjörgu Sólrúnu og bera auðvitað að sínu leyti ábyrgð á verkum þeirra stjórnar sem samstarfsflokkur Sjálfstæðisflokksins og horfa upp á þá greiða atkvæði að henda öllu þessu starfi út með falsrökum eins og þeim að það brjóti í bága við mannréttindi stjórnmálamanna að fara að lögum. Þetta grátlegt. Við höfum að stoppa fyrir ekki í örstutt auglýsingahlé og við komum hér aftur til smástund með Jóni Baldvin og kannski ræðum þá hvað til ráða meira og framtíðina.